hjartanlega velkomin á verðlaunaafhendingu á 8. píanókeppni EFTA hér í salnum, Tónlistarhúsi Kópavogs. Mennta- og menningarmálaráðherra getur því miður ekki verið hér í dag. Aðsókn í keppnina að þessu sinni var mjög góð þrátt fyrir langt og strangt COVID-tímabil í kennslu, en 38 píanónemendur sóttu þátttöku í keppninni. 1 í 3. flokki, 11 í öðrum flokki, 19 í 1. flokki og 7 í yngsta flokki. 8 umsóknir bárust af landsbyggðinni og það væri gaman að bæta í þar fyrir næstu keppni. Þá gerðist það að alls 13 keppendur duttu úr keppninni núna á lokametrunum vegna veikinda eða annarra ástæðna. Og það ansi stór biti þegar mikið umfang í kringum svona keppni. En það ljóst að nú helgina hafa feikna duglegir keppendur spilað hér í salnum. Það sést vel á því að standardinn eða gæði keppenda hefur hækkað jafnt og örugglega í gegnum árin. Kennurum þeirra þökkuð vinna og elja við undirbúning þeirra fyrir keppnina og við skulum klappa sérstaklega fyrir þeim. Það hefur verið ánægjulegt að geta streymt beint frá keppninni og sennilega hafa aldrei fyrr í sögu píanókeppni EFTA á Íslandi verið fleiri áheyrendur en í ár, en allavega á 500 manns fylgdust með keppninni. Að þessu sinni formaður dómnefndar Dr. Niklas Pokki, yfirmaður píanódeildar Sibeliusar Akademíunnar í Helsinki í Finnlandi. Aðrir dómarar píanóleikararnir Guðríður St. Sigurðardóttir, Peter Matheu, Selma Guðmundsdóttir og Þóra Fríða Sæmundsdóttir. Ég vil þakka þeim öllum fyrir virkilega gott starf. Við skulum gefa dómurunum gott klapp. Frá fyrstu keppni árið 2000 hefur íslenskt tónskáld fengið til að semja nýtt tónverk fyrir einhvern flokkana, en það hefur rótirað á milli keppna hvaða aldursflokkur fær nýja íslenska verkið. Í þessari keppni fengum við tónskáldið Ingibjörgu Friðriksdóttur til að semja fyrir 1. flokk, 14 ára og yngri. EFTA þakkar Ingibjörgu kærlega fyrir samstarfið og við skulum biðja að standa upp og gefa henni gott klapp. Verðlaunagripir keppninnar voru hannaðir af listamanninum Dögg Guðmundsdóttur. Þau fá efstu sæti fá verðlaunagrip. Þeir voru hannaðir af listamanninum og iðnhönnuðinum Dögg Guðmundsdóttur. Verkið unnið úr reyktri eik og járni sem saman mynda hörpu sem minnir á hörpuna í píanóinu. Texti til vinningshafa brenndur í eikina. Hugmyndin að verðlaunagripnum á rætur sínar að rekja til víkingaskipa, Stuðlabergs og Hallgrímskirkju. Svo má jafnvel leika á strengina með því að renna blýanti eftir járninu og fá fram mismunandi tóna. Mikilvægt að þakka fyrir stuðning þeirra aðila sem hafa gert félaginu það mögulegt að halda keppni sem þessa á 3 ára fresti. Ég vil þakka mennta- og menningarmálaráðherra sérstaklega fyrir stuðning og velvilja við EFTA-keppnina. En mennta- og menningarmálaráðherranetið hefur styrkt keppnina frá upphafi, auk þess að menntamálaráðherra verndari hennar. Ég vil þakka Kennarasambandi Íslands fyrir tryggan stuðning, Félagi íslenskra hljómlistarmanna, Ríkisútvarpinu sem tekur upp vinningshafa hvers flokks hér á eftir, auk besta flutnings á verki Ingibjargar Friðriksdóttur. Þess má geta
munum við fylgjast með hvenær af útsendingu verður og tilkynna á miðlum félagsins. Íslensku tónverkamiðstöðinni eru færðar bestu þakkir sem úr hljóðfærahúsinu, tónastöðinni og 12 tónum fyrir þeirra góða stuðning. Bókaforlögunum Bókabeitunni, Bjarti og Veröld, hins íslenska bókmenntafélags, ber að þakka veglegar bókagjafir til sigurvegaranna, auk Miranda ehf. Prentsmiðjunni Litrófi, Guðjón Ó, ásamt Hótel Holti, þökkum við einnig fyrir stuðninginn og frábært samstarf. Starfsfólki salarins ber að þakka fyrir ómetanlega aðstoð og velvilja og Didda þökkum við fyrir píanóstillingar keppnisdagana. Það virkilega gott að vera með keppnina hjá ykkur í salnum og höfum fengið mikið hrós fyrir að vera komin aftur. Síðast en ekki síst vil ég þakka samstarfsfólki mínu í stjórn EFTA á Íslandi, þeim Brynju Gísladóttur og Einari Bjarti Egilssyni fyrir þeirra fótfúsa starf og framúrskarandi góða samvinnu, en Einar því miður ekki með okkur þessa daga út af COVID, en hann hefur fylgst með í beinu streymi en auk þeirra vil ég þakka fengna aðstoð frá Ásthildi Ákadóttur og Hrafnhildi Hafliðadóttur. Kannski fá að klappa fyrir þeim og fá hérna Brynju og Ásthildi og Stig. Það finnum við ekki saman.
So it's quite clear that there are many things that affect on how successful one is concerning the things I just mentioned. For example, how long one has prepared and how carefully one has prepared, how much one has practiced, how suitable the program is, and of course a little bit of luck, how good day, how one has, so how well one succeeds on the given moment. So that means that the prizes tell mostly about how the situation is today or yesterday or 3 days ago when the performances took place. They are not kind of any kind of prediction how it would be after 1 month or how it was 2 weeks ago. So it's the situation right now, and if someone doesn't get a prize today, it doesn't mean that the next time would be the same. Next time would be already a totally different thing. So to conclude my speech, I want to remind you of the words of the great Irish author George Bernard Shaw, who said that there are 50 ways of saying yes and 500 ways of saying no, but only one way to write each of them down. Similarly, the notes that would look exactly the same in the score can be interpreted convincingly in incredibly many ways. So my message to the young pianists is that the black dots on our music scores become art only when the performer performs their relationship to them. The key question is how. The journey to a musical interpretation starts when you ask yourself, how I want to play this. Thank you very much. Þá ætlum við að tilkynna 3. sæti allra flokka. Byrjum á 3. sæti í yngsta flokki, 10 ára og yngri, hlýtur Kolbeinn Hjörleifsson. Við biðjum hann að koma upp á svið. Þriðja sæti í fyrsta flokki 14 ára og yngri hlýtur Ásgerður Sara Hálfdánardóttir. Biðjum hann að koma upp á svið. Þriðja sæti í öðrum flokki 18 ára og yngri hlýtur Óskar Atli Kristinsson. Við þurfum að taka mynd af þeim. Við þurfum að passa að halda okkur í birtu. Þurfum ekki alveg það sem er. Getið snúið aðeins inn á mér eins og
og flott. Og eina það sem kemur aðeins nær Óskari. Svona, já. Glæsilegt, takk. Nú ætlum við að biðja alla keppendur í öðrum flokki að koma upp á svið og taka við viðurkenningarskæli. Já, það var sem sagt fyrir þátttökuna. Hinir flokkarnir voru búin að fá, þannig að fá okkur fyrst að bara hérna standa hérna. Ekki bara 3. Allir konir. Já, ekki Óskar líka. Hérna. Hérna. Óskari líka. Óskar líka, já, flott. Heyrðu, Áslaug Dóra, takk fyrir þátttökuna. Þakka fyrir henni. Og takk fyrir þátttökuna. Og takk fyrir það, ég þekki nöfnum. Takk fyrir þátttökuna, krakkar. Einu mynd sem við stúi hérna. Alexander aðeins í mikilli byrt. Já, svona. Æðislegt. Takk fyrir það. Þá vil ég næst biðja Ragnar Þór Pétursson, formann Kennarasambands Íslands, að koma hér upp. Hann ætlar að fá að segja nokkur orð og mun svo aðstoða okkur við verðlaunaafhendingu fyrir annað sæti allra flokka. Gjörðu vel. Takk fyrir og hamingju með daginn. Hamingju öll þið sem eru nú þegar búin að hljóta viðurkenningu. Það er ekkert sjálfsagt eða einfalt við það að verðlauna listir, hvað þá tónlist, því að ég held að sé hreinlega ekkert allt til í heiminum sem að sameinar okkur með öflugri hætti heldur en tónlistin. Verðlaun snúast oft að flokka okkur í sundur, finna eitthvað til að mæla okkur með og mælikvarða, en tónlistin þjappar okkur saman. Það er ekki nema nokkra nótur eða nokkra takta til einhvern veginn að koma öllum á sömu tíðni á sama stað. Og þá er þetta dálítið svona heimspekileg spurning, hver er sigurvegari í listum og eru þá einhverjir taparar? Og daginn var tilkynnt að Abdul Razak Gurnan hefði hlotið Nóbelsverðlaun í bókmenntum, sem er líklega stærstu verðlaun sem veitt eru í listum. Og var það verið að gefa í skyn að einhver aðrir rithöfundar væru taparar. Að rit þeirra verk var einhvern veginn ómerkilegri heldur en rit Gurnans sem hlaut þessi sérstöku verðlaun. Það sjálfsögðu ekki. Vegna þess að þegar Nóbelsverðlaun voru veitt, þá er það leið sigur fyrir bókmenntirnar allar. Og allir fagnaði, allt bókleggst og listelskandi fólk fagnar slíkum verðlaunum. Og mikilvæg og virt verðlaun geta blásið vindi í segl allra þeirra listamanna sem helga hafa líf sitt listinni sem við erum að ræða. Og þótt að sé eðli verðlaun að þau falli yfirleitt fáum í skaut, þá byggja þau alltaf á virðingu fyrir einhverju sem er dáum starf í fari þeirra og miklu fleiri en þeirra sem hljóta verðlaunin. Og eru þar með okkar leið til að undirstrika og upphefja einhverja eiginleika sem verðlaunin snúast og viðurkenning þeirra og líka í fari þeirra sem ekki endilega hljóta formleg verðlaun. Og hvaða eiginleikar eru það í keppni sem þessari? Við fengum skýringu þau hér áðan. Ég sem algjör leikmaður mig langar að undirstrika samt nokkra hluti. Í fyrsta lagi erum við auðvitað dást að hæfileikum allra ungu tónlistarmanna og kvennanna sem hér stíga á stokk. En við dást líka
heldur hjá ykkur öllum. Þið eruð að ydda hæfileika ykkar á bautasteinum eða minnisvörðum listarinnar. Í heimilinu okkar í dag leggur stöðugt meiri áherslu á yfirborðsmennsku og flýti og þá eru þið, keppendurnir, mjög dýrmætt. Þið skiljið og þið vitið dálítið mikilvægt. Þið vitið til dæmis það að það er ekkert að kaupa sér app sem gerir mann frábæran í að spila píanó á nokkrum dögum eða vikum. Þið vitið að sumt af því besta sem hægt er að draga fram í mannssálinni er ekki hægt að draga fram með þrotlausri æfingu, dugnaði, elju og metnaði. Og þið vitið líka að jafnvel þó maður leggir sig allan fram, getur verið að fara ekki allt þessu til stóð þegar hólminn er komið. En þá heldur maður bara áfram því það er nákvæmlega það sem það við lært með eljunni, aðeins og æfingunni. Við sem hlustuðum á okkur í gær, hvort sem það var yfir netið eða hér á staðnum, og erum hér í dag til samgleðast ykkur, við þökkum ykkur í einlægni fyrir allt það sem það hefur lagt á ykkur. Þið farið hér í dag með þakklæti okkar og virðingu og einhver ykkar fara með verðin. Ég held eins og ég sagði að Nóbelsverðlaunin séu virtustu verðlaun sem veitt er í listum og þess vegna er það umhugsunarvert á Gljúfrasteini, heimili eina íslenska skáldsins sem hlotið þau virtu verðlaun, er bara ein bók opin og hún er eftir Bach. Hún inniheldur nótur. Og það er bókin sem Halldór Laxness, sem vann Nóbelsverðlaun í bókmenntum, sagði alltaf við blaðamenn að hann myndi taka með sér á eyðieyju ef hann mætti bara taka með sér eina bók. Nú er Halldór dáinn og Bach auðvitað líka fyrir löngu, en tónlistin lifir svo lengi sem það er til staðar tónlistarfólk til að halda henni lífi. Og við erum svo heppin að eiga hér á Íslandi öflugan hóp píanókennara og, eins og við sjáum hér helgina, einlægan og efnilegan hóp píanónemenda og við fögnum báðum hópum í dag full þakklætis og samgleðust ykkur sem fáið verðlaun. Haldið áfram að spila og hafið í huga að þegar þar kemur, sem verður fyrr en þið haldið, þá kemur að ykkur að kenna næstu kynslóð. Verða píanókennarar, píanónemendar framtíðarinnar. Það er eina leiðin til þess að við getum haldið loðunum lifandi. Til hamingju öll, takk fyrir okkur. Þá ætlum við að veita verðlaun fyrir annað sæti í yngsta flokki 10 ára og yngri og annað sætið hlýtur Iðunn Ólífusdóttir. Annað sæti í fyrsta flokki 14 ára og yngri hlýtur Þór Óli Bjarnason. Annað sæti í öðrum flokki 18 ára og yngri hlýtur Alexander Viðar.
þessu tríói. Alexander, myndirðu færa þig kannski hérna á bak? Já, þessu ung dama hérna sem eru með ykkur að... Okkur við að afhenda verðlaun fyrir besta flutning á íslenska verkinu Lausagrjóti sem hún samdi fyrir keppnina. Verðlaun fyrir besta flutning á nýju íslensku tónverki eftir Ingibjörgu Friðriksdóttur, Lausagrjót, hlýtur Pólína María Viktorsdóttir. Með tónskáldinu. Takk. Þá langar mig að biðja Dr. Niklas Pocki að koma aftur upp og aðstoða okkur við afhendingu á verðlaunum fyrir fyrsta sæti allra flokka. Í fyrsta sæti í yngsta flokki 10 ára og yngri hlýtur Kristín Gyða Bjarnadóttir. Og það er mynd, nei, já, þú býður. Fyrsta sæti í fyrsta flokki 14 ára og yngri hlýtur Vasil Savirjúka. Mikið í fangið. Þá er það fyrsta sæti í öðrum flokki 18 ára og yngri. Það hlýtur Ásta Dóra Finnsdóttir.
Kristín Gyða Bjarnveigadóttir sem ætlar að spila sónatínu eftir Clementi. Gjörðu svo vel.
sér.
sem ætlar að leika fyrir okkur íslenska verkið sem var samið fyrir keppnina, Lausagrjót, eftir Ingibjörgu Fredriksdóttur. Gjörðu svo vel.
shopping etíðu okkur 25 nr. 11. Gjör svo vel. Hún ætlar að leika verk eftir Ravel, Sjö-Dó, gjör svo vel.
um að leika hérna í upptökum fyrir Ríkisútvarpið. Þannig ég bið þau að koma svo fljótt aftur bara inn og gera sig tilbúin með kennurum sínum hérna fyrir upptökum. Þá bara að þakka fyrir og stjórn EFTA á Íslandi þakkar ykkur kærlega fyrir góða keppnishelgi og þakkar þessum duglegu keppendum fyrir framúrskarandi